Höldum áfram með morgun útvarpið klukkan rétt rúmlega 7:30 og það komið að okkar hálfsmánaðarlega fjármála horni og það Björn Berg Gunnarsson sem sestur hjá okkur, velkomin. Takk fyrir. Í þetta skiptið umræðefnið kannski svona, já, svolítið óvinnlegt eða hvað ætlum við að spjallum í þetta skiptið? Það eru lén og verðmæti þeirra, sérstaklega fyrir lítið lönd. Já. Og það kannski ekki síst vegna þess að núna í næsta mánuði verður afar áhugavert mál tekið fyrir í Svíþjóð, fyrir dómstólum. Já. Og þar lítil eyja í Kyrrahafinu sem heitir Núey. Pínulítil eyja, afskaplega fáir íbúar í svona lausluðu sambandi við Nýja-Sjáland sem eins og öll önnur lönd tók þótt í þessu lotteri á sínum tíma þegar lénum var úthlutað. Við fengum .is, staðnefni.dk og svo svona fengu þeir þessa litlu eyjar líka sín lén og á sínum tíma var þeim úthlutað .nu sem við kannski kunnumst ekkert mikið við hérna heima og þeim þótt ekki mikið verðmæti í á sínum tíma heldur enda voru eyjarnar ekki einu sinni tengdar við internetið þegar þeir fengu þetta lén. En málið nú höfðað vegna þess að þeir telja sig hafa orðið að heilmiklum fjármunum vegna þessa í rauninni vegna samning sem þeir gerðu sjálfir og þannig var það á 10. áratugnum að þeim var búinn samningur. Það var þarna einstaklingur sem sagði ef þið selja mér þetta, ef ég fæ bara eiga þetta .nu þá skal ég tengja ykkur við internetið. Ég skal bara bera allan kostnaði því að nú við verið tengt við internetið. Og svo það gert og bara gert með samningi og bara eðlileg viðskipti nema hvað að svo fyrir henni á einhverju tvær grímur þegar að fara að spretta upp vefsíður á Norðurlöndum vegna þess að nú bara nú og vinsælt og hlustendur sem hafa búið í Skandinavíu kannast kannski við það hversu margar vefsíður á Norðurlöndum sérstaklega í Svíþjóð enda á .nu og þetta hefur verið þá selt ekki af þessari eyju heldur af einhverjum einstaklingum fyrir 24 milljarða króna. Já. Og það það sem að yfirvöld eyjunar hafa verið að reyna að klóra tilbaka síðustu tæp 30 árin. Já. Og núna var þessi sem halda núna utan léni sýknaðir fyrir sænskundómum en það búið áfrýja því máli og verið tekið fyrir núna 19. og 20. mars. Já, en maður hefði haldið einhvern veginn að lén væri frekar bara svona staðsendingartól heldur en að ríkir umverulega eigi lén, eða þú veist, þetta... Já, en þannig var þessu stilt upp á sínum tíma að þetta varði í rauninu opinber eign þegar þessu var úthlutað á sínum tíma og svo eru teknar ákvarðanir það eins og til dæmis var... Það var nú dæmi sem endaði í Tárum sem að var, það var Tókelá sem að seldi lénið sitt .tk sem var vinsælt svona upp úr aldamótum, það var önnur hvað versið eitthvað .tk. En ef við heimfærum með daginn sko, .is íslenska ríkið að græða í hvert skipti sem einhver býr til vefsíða sem .is endurinn? Já, ég þekki ekki nákvæmlega hvernig þessu stilt upp, hvernig tekjuskiptingin og nákvæmlega hver fær þetta, en það þarf að borga fyrir það. Já. Og það sem var gert með þetta .tk að það var rauninni sett upp með þeim hætti að það var ekki greitt fyrir það. Minnir að það verið einhver hollendingur sem keypti það og fólk hatt fengið það ókeypis gegn þá auglýsingum og slíku. Það voru svona einhverja vafasamar vefsíður komnar þangað. En þetta þannig víða núna í dag að það eru lönd farin að hagnast allverulega á þessu og það það sem svo áhugavert. Sko, nú segja íbúar Núey að þetta séu þetta væri, ef þau fengju þetta þá væri þetta 300 milljónir króna á ári sem eru 5% landsframleiðslu Núey. En það eru mun stærri og meira áberandi dæmi. Tuvalu eiga .tv og þeir voru að selja það núna. Þeir höfðu framselt réttin til þess að áframselja .tv á sínum tíma og voru núna að gera nýjan samning við risastóran vefhýsingaraðila sem heitir GoDaddy sem eru að selja þetta og borga fyrir það heilmikla fjármuni. Það voru 1,4 milljarður króna sem að eru 15% af landsframleiðslu Tuvalu sem GoDaddy greiðir fyrir þetta og selur síðan áfram til aðeila á borð við Twitch. Já. Og þetta eru orðið mikill business og viðskipti, en þetta ekkert við hliðin á þeim sem eru núna að skila hvað mestu, en það Anguilla í Karabískahafinu. Af hverju ætli Anguilla með sitt lén
og bara 16.000 íbúa, af hverju allir þeir hafa tífalda tekjunar frá 2018 til 2013 og svo tvöfalda núna á milli ára? Af hverju þetta vaxið svona mikið? Hvaða lén getur það verið sem Angíla er með sem er að vaxa svona? Það er punktur AI, það er gervigreind. Já. Og núna er gervigreindin það sem allt snýst og þá sprett upp vefsíður og þær þurfa allar að vera punktur AI. Og það er Angíla. Og Angíla er núna á þeim stað að tekjurnar eru komnar sko vel yfir 10% af landsframleiðslu. Þetta er orðin mjög stór og áberandi hluti í öllum tekjum þarna og nú er þá pólitíska umræðan, núna bara hvaða spítala ætlum við að byggja í ár sko? Hvaða flugvöll á að reisa núna fyrir peningana, hvað á að vera ókeypis, hvernig eigum að lækka skatta vegna þess að þetta er orðin það miklu peninga, 9 milljarðar króna á ári fyrir 16.000 íbúa. Þannig að þetta í rauninni svona ákveði happdrætti sem að ríki hafa lent í það minnsta smáríki og eru að uppskera misvel úr því núna. Akkurat. Þetta er náttúrulega svolítið áhugavert og hefur endurum og sinnum orðið til þegar einhver ný tækni hefur utsett til rúms eða einhver stemning hefur orðið til að þá skoða maður sko hver á þetta lén. En sko sérðu fyrir einmitt með punktur is að það verði geti leitt til tekju tekna fyrir Ísland. Ég skal alveg viðurkenna, ég fór í síman í gær og er einhver með it is what it is? Nei, það virðist ekki vera. Það er ekki mislegt sem er hægt að spila með það. Já, það hlýtur að vera en þetta er mitt áhugavert hvernig þetta hefur orðið sérstaklega í Svíþjóð það sem ég er ekkert vissum að íbúinir átti sig á þessu punktur ennu. Nei. Og það verður áhugavert að sjá hvernig þessi bardagi fer þarna fyrir dómstólum. Þetta eru mikil verðmæti sem að eigin er sannlega afsöluð sér og við höfum þetta fordæmi núna þar sem að nágrannar þeirra eru, ef einhverjir nágrannar eru það svo langt í næstu en þar sem þeir eru að framselja til GoDaddy réttin til þess að selja lénið áfram en þeir fara þá leið í rauninni að leigja það til 10 ára eða eitthvað. Já, einmitt. Þetta er eitthvað sem þetta eru tækifæri. Landslægin mun eflaust breytast á næstu árum í þessu máli. Björn Berg Gunnarsson, takk fyrir að setja okkur inn í þetta forvinnilega mál. Takk fyrir.